Komiði sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. Þrátt fyrir skýr kosningaloforð Viðreisnar að hækka ekki skatta eru framundan á nýju ári verulegar hækkanir á sköttum og gjöldum. Í raun má segja að með samþykkt fjárlagafrumvarpsins sé ráðist í víðtæka og kerfisbundna hækkun skatta og gjalda á heimili og fyrirtæki. Innleidd hefur verið hefðbundin skattastefna vinstri flokka sem Íslendingar þekkja vel af erfiðri reynslu. Og samkvæmt venju eru útgjöld aukin. Fjárlög á hverjum tíma endurspegla pólitíska stefnu ríkisstjórnar. Áskorunum sem allar ríkisstjórnir standa frammi fyrir mætt með gömlum úrræðum að þessu sinni. Auknum útgjöldum sem fjármögnuð eru með hækkun skatta og hallarekstri og þar með ákvörðun að velta byrðum yfir á komandi kynslóðir sem þurfa annaðhvort að sætta sig við hærri skatta og lægri ráðstöfunartekjur eða lakari þjónustu ríkisins eða jafnvel hvort tveggja. Sem sagt, lakari lífskjör. Á sama tíma að hægja á gangverki efnahagslífsins og eitt hefur hagsagan kennt. Hækkun skatta þyngri byrðar á fyrirtæki og heimili mun hægja enn frekar á gangverkinu. Það dregur úr eftirspurn og fjárfesting verður minni. Sem sagt, það dregur úr verðmætasköpun. Og þannig grafið undan tekjugrunni hins opinbera. Tekjur verða ekki þær sem reiknað með og þörf útgjalda og skattaglaðra stjórnmálamanna til að auka skattheimtuna og eftir atvikun hallan eykst enn frekar. Í stað þess að grípa til aðhalds eða endurskipuleggja umfang og forgangsröðun ríkisrekstrar kostnaður færður yfir á skattgreiðendur. Áður en þingmenn yfirgáfu þingsalinn til að halda jólin hátíðleg sendu þeir landsmönnum jólagjöf í formi fjárlaga fyrir komandi ár og við skulum kíkja á hvað í pakkanum. Útgjöld verða aukin 143 milljarða en því miður líkur á að útgjöldin verði enn hærri. Skattar á heimili og fyrirtæki hækka rúmlega 30 milljarða króna. Halli á ríkissjóði áætlaður 28 milljarðar. En þar sem líkur á að útgjöld séu vanmetin og tekjurnar ofmetnar, að búast við að hallinn verði enn meiri, líklega miklu meiri. Skuldir ríkisins aukast 82 milljarða á komandi ári, en vegna þess að afkoma ríkisins verður enn verri en ný samþykkt fjárlög gera ráð fyrir, getum við því miður átt von á því að reikningurinn sem senda á komandi kynslóðir verði enn hærri. Fjárlög komandi árs fyrstu fjárlög vinstri stjórnar Kristrúnar Frostadóttur, samsteypustjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokk fólksins. Á grunni þeirra birtist pólitísk stefna stjórnarinnar. Aðalverkfærið ekki sleggjan sem Kristrún ætlaði að nota, heldur aukin skattheimta til að standa undir gríðarlegri aukningu ríkisútgjalda. Og aukin ríkisútgjöld ekki vegna óvæntra áfalla, stríðs í Evrópu, náttúruhamfara eða heimsfarsóttar. Aukin útgjöld einfaldlega kjarninn í hugmyndafræði þeirra flokka sem mynda ríkisstjórnina. Daði Már Kristófersson, fjármál- og efnahagsráðherra, sem jafnframt varaformaður Viðreisnar, ber jafn mikla og jafnvel meiri ábyrgð en flestir aðrir í ríkisstjórninni á þessari hugmyndafræði. Skiptir engu þótt hann kannist ekki við að vera stjórnmálamaður. Ekki stór hluti vandans að stjórnmálamenn hafa tekið ákvarðanir að forgangsraða öðrum verkefnum frekar heldur en þessum innviðaverkefnum sem að ferðaþjónustan þarf að halda? Svakalega góður við mig af því að eins og þið vitið þegar ég ekki stjórnmálamaður að atvinnu, ég
ráðin í þetta hlutverk. Þú ert í þessu hlutverk hér núna. Og ég get sagt, jú, að sjálfsögur þetta rétt hjá þér. Bara vel spotta, Jóhannes. Eitt er að knýja í gegnum þingið fjárlög sem eiga fremur eftir að þingja róðurinn hjá heimilum og fyrirtækjum en létta undir með þeim og munu því miður dragur hagvexti, en annað er að ganga gegn og brjóta þau loforð sem kjósendum voru gefin fyrir kosningar. Samfylkingin og Viðreisn sérstaklega fóru í kosningar með skýr skilaboð að skattar yrðu ekki hækkaðir. Ég þrái minni verðbólgu fyrir mitt eldhús og ég heyri að fólk er að tala það sama hvert sem ég kem. Á meðan að þetta er staðan á Íslandi, þá getur ekki verið lausnin og það kemur ekki til greina að ætla að hækka skatta á vinnandi fólk og lítil og meðalstór fyrirtæki. Og hvað ætlum við að gera? Við ætlum ekki að fara í það að hækka skatta á almenning. Við ætlum í fyrsta lagi að koma í veg fyrir sóun í kerfinu. Í öðru lagi við ætlum að fækka ríkisstofnunum, við þurfum ekki 160, við ætlum að byrja á því að fækka ráðuneytum 2 og síðast en ekki síst þá ætlum við meðal annars að losa eignir ríkissjóðs til þess að greiða niður skuldir og spara pening í vaxtagreiðslur. Þetta voru 2 af forystukonum Viðreisnar fyrir kosningar. Loforðin voru skýr sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, nú dómsmálaráðherra, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og nú utanríkisráðherra, gáfu fyrir kosningar. En loforðin hafa reynst innantóm, markleysa. Skattar á fyrirtæki og heimilum munu hækka á komandi ári alltaf 30 milljarða eins og áður segir. Ungar barnafjölskyldur eru skotmark og breytingar og gjaldtöku á umferð með stór hækkun leggjast hlutfærslega þyngst á þá sem tekjulægri eru. Þú bara fengið að heyra það frá mér. Það er ekki krónu svigrúm hjá almenningi í dag að bæta við álögur vegna þess að þessi ríkisstjórn hefur hækkað kostnað heimilanna svo ótrúlega mikið. Þetta var forsætisráðherra í yfirheyrslu hjá Stefáni Einari Stefánsinni í spursmálum Morgunblaðsins skömmu fyrir kosningar. Ég læt hlustendum eftir að dæma efndirnar, en til að gæta allara sanngirni þá var Kristrún skýr með það fyrir kosningar að hún ætlaði að stórhækka auðlindagjöld af sjávarútvegi, en hún tók það þó fram að það yrði gert á löngum tíma en ekki í einu stökki, líkt og raunar var gert í sumar og þar með það loforð svikið. Og hún var einnig skýr með að loka svokölluðu EHF-gati, þó engi leið væri átt að sjá því með hvaða hætti það yrði gert. En sem komið hefur ekkert verið gert, enda kannski að renna upp fyrir forsætisráðherra og eftir atvikum fjármál- og efnahagsráðherra að óvarlegt er að ráðast gegn einyrkjum og sjálfstæðum atvinnurekendum eftir sérstakri leiðsögn frá Indriða Þorláksinni og Þórði Snæ Júlíusinni. Flókið og illskiljanlegt kerfi eykur kostnað og veldur tortryggni og dregur úr virkni. Skattkerfi sem er sanngjarnt og einfalt er hagkvæmara og leið ódýrara. Að þessu stefnir ríkisstjórn. Við horfum til einföldunar skattkerfis. Eitt er víst að bjartsýni sem forystu fólk í atvinnulífinu fylltist þegar það hlusta á þessi skilaboð Daða Más Kristóferssonar og skattadegi viðskiptaráðs Samtaka atvinnulífsins og Deloitte í janúar síðastliðnum, þegar hann hafði þá setið í innan við 1 mánuð í fjármálaráðuneytinu, var byggð á innantómum fyrirheitum. Ríkisstjórnin hefur þvert á fyrirheit fjármálaráðherra flækt skattkerfið, gert það illskiljanlegra og aukið tortryggni og dregið úr virkni þess, og kerfið verður dýrara. Skattkerfi er ekki aðeins tæki til að afla ríkissjóði tekna, heldur einnig birtingamind hugmyndafræði. Það mótar samfélag, hefur áhrif á valfrelsi, ábyrgð og framtíðarsýn einstaklinga og fyrirtæki. Þetta eiga vinstrimenn erfitt með að skilja. Vinstri ríkisstjórnin 2009 til 2013 réðist í stórhækkun skatta á almenning og fyrirtæki. Þá voru Samfylkingin og Vinstri græni samstíga með svipuðum hætti og Viðreisn og Flokkur fólksins stíga dansinn í takt við Samfylkingu Kristrúnar Frostadóttur. Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi fjármálaráðherra og formaður Vinstri grænna, lýsti breytingum á skattkerfinu sem stærsta hugmyndafræðilegum sigri vinstri flokkana. Sá grunnur læðist að mér
að metnaður núverandi ráðherra vinstri stjórnarinnar sé ekki minni þegar að kemur að hugmyndafræðilegum sigrum á sviði skattamála. Við erum því að líkindum aðeins búin að finna smjörþefinn af því sem koma skal. Ég þakka þeim sem hlýddu. Til góða stundir.